Góða kvöldið, Guð blessi þig, systir. Ég var með spurningu í 2. Samúelsbók 20. og 4. kafla. Í versi 1 stendur, reiði Drottins upptendraðist enn gegn Ísrael. Ægti hann þá Davíð upp í móti þeim með því að segja, far þú og til Ísrael og Júda. Og við sjáum hvernig Davíð lét framkvæma manntalið og síðan refsaði Guð fólkinu, því hann var reiður því. Síðan hélt ég áfram að lesa og komst þar í konungabók, þegar Drottinn staðfesti ríki Salómons. Í versi 3 stendur að Salómon hafi gert bandalag við Faraó Egyptakonung og tekið dóttur hans sér til eiginkonu og flutt hana til borgarinnar á meðan hann var enn að byggja hús sitt, hús Drottins og borgarmúrana. Við sjáum líka að Salómon tók dóttur Faraós sér til eiginkonu eftir að Guð hafi vitjað hans í draumi og síðan hafði hann marga sigra og velgengni. En hann hélt áfram að taka sér margar konur frá öðrum þjóðum eftir dóttur Faraós. Og ég fór að hugsa, kom síðan refsing yfir Ísrael eftir daga Salómons, ég hugsaði versinum Davíð og manntalið að Guð hafi verið reiður fólkinu. Og síðan áttaði Davíð sig og sagði, ég hef syndgað gegn Drottni, eins og hann hefði verið blindaður. Og ég veit ekki hvort Salómon hafi líka verið eins og blindaður hér og síðan hafi Guð ætlað að refsa. Já, hann ófínaðist. Við sjáum hvernig Davíð konungur, þó að sagt sé að hann hafi gert það sem rétt var í augum Drottins, vegna þess að hann tilbar ekki skurfgóð og fylgdi þeim ekki, gerði samt aðra hluti, ekki satt. Hann ófínaðist á öðrum sviðum. Til dæmis lét hann framkvæma mandal sem Guð hafði ekki boðið honum að gera. Hann gerði því eigin vilja. Davíð lét telja fólkið. Þá mislíkaði Guði það, af hverju lætur Davíð framkvæma mandal þegar ég hef ekki gefið honum þá skipun? Ég hef sagt honum að það sé ekki með herjum heldur með anda mínum sem ég gef sigur. Og af hverju var hann þó að telja fólkið? Til að sjá hversu margir hermenn væri til stríðs og bardaga gegn öðrum þjóðum. Það var eins og Davíð treysti fólki sínu og fjölda hermanna frekar en mér sem alltaf hafi sagt honum að ég yrði með honum og gæfi honum sigur og sigurvinninga. Sjáið. Þetta var það sem gerðist. Hann framdi þessa synd og Guð refsaði honum. Davíð var þá að hrópa til Guðs og biðja Drottinn fyrirgefningar svo að Drottinn stöðvaði drepsóttina sem hann hafði sent, þúsundir dóu á einum degi. Guð refsaði því samstundis. Varðandi Salómon var það svipað. Guð hafði gefið boðorðin fyrir milligöngu Móse og sagt að allir yrðu að halda boðorðin til að þóknast Drottni. En Salómon fór líka eftir skurfgóðum og kvæntist erlendum konum. Hann kvæntist dóttur Faraós, sem var ekki gyðingur né af hebreska þjóðinni. Síðan segir að hann hafi eignast 700 og fleiri konur og að þær leiddu hann til skurfgóðadýrkunar. Því líka mikla og alvarlega synd sem Salómon framdi. En vegna þess að Guð hafði gefið loforð sitt, hafði hann lofað Davíð að sonur hans yrði sá sem reisti og byggði musterið. Sá sonur hafði táknræna merkingu fyrir framtíðina, sonur konungsins. Og musterið sem hann átti að byggja hafði líka táknræna merkingu, það var kirkja Drottins. Guð gerði því fyrst hlutina á efnislegan og sýnilegan hátt, en allt hafði táknræna merkingu fyrir framtíðina. Salómon var því tákmynd sonar konungsins, Drottins Jesú Krists. Og musterið sem hann byggði var einnig tákmynd kirkju Drottins. En þegar Guð gaf Davíð spádóminn sagði hann, af syni þínum, af niðjum þínum og ætt þinni, mun koma konungurinn sem ég hef fyrir Ísrael. Hann mun byggja musterið mitt, en Drottinn var ekki að horfa á hinn efnislega Salómon, son hans af holdi og blóði, heldur horfi hann til framtíðarinnar, til kirkjunnar og Drottins Jesú Krists. Þess vegna segir Biblían að Drottinn Jesús Kristur hafi komið af ætt Davíðs, því hann kom frá þessum andlega Davíð. Og þessi andlegi Salómon var Drottinn Jesús Kristur. En Drottinn lét það birtast í efnislegri mynd svo það rættist. Hins vegar brást þessi efnislegi maður, þessi mannlegi Salómon, Guði. En þar sem Guð hafði gefið loforðið gat hann ekki snúið tilbaka. Drottinn hélt áfram með áætlun sína, með loforðið og hjálpræðisáformið. En auðvitað var Salómon refsað á ákveðin hátt. Og Guð uppfyllti líka það sem hann hafði sagt, því á dögum Salómons ríkti friður meðal fólksins og engin stríð voru. En þegar við lesum síðan sálmana og spámennina, þar sem Guð talar soninn af ætt Davíðs, þá sjáum við í Guðspjöllunum og í bréfum Páls að Drottinn Jesús Kristur kom af ætt Davíðs.
Guð hafði sagt við Davíð að sonur hans yrði höfðingi að eilífu og að hann myndi reisa musteri hans, sem hið andlega musteri, kirkja drottins. Það var það sem Guð var að tala um. Á þeim tíma skildi enginn þó að Guð var að tala tákrænt framtíðina. Samt brugðust þessi menn Guði. En Guð tók það ekki til greina, því orð hans varð að rætast. Eiðin sem hann hafði gefið Abraham var hann að halda áfram að uppfylla samkvæmt áætlun sinni. Þess vegna refsaði Drottinn Ísraels fólki. Hann refsaði því líkamlega, því stríð og eyðilegging komu, margir dóu, Jerúsalem var eyðilögð og musterið sem Salómon hafði byggt var einnig eyðilagt. Síðan lifu þeir án Guðs, án spámanna og án orðs Guðs í 430 ár, þar til Drottinn Jesús Kristur kom. Þá byrjaði Drottinn Jesús Kristur að prédika að hann væri þessi Davíð sem Guð hafði talað í fornöld, að hann væri hinn fullkomi konungur sem Guð myndi senda af ætt Davíðs og að hann myndi reisa fullkomi musteri, kirkju sína. Þetta er það. Svona lesum við Biblíuna, skiljum hana og sjáum leyndardóma Guðs. Við sjáum hvernig þessi maður sem Guð hafði sett frammi fyrir sér brást Guði, syngaði og Guð refsaði honum. Samt heldur Drottinn áfram með áætlun sína. Þess vegna eigum við í dag, í fagnaðarerindinu, þegar við lesum og íhugum allt þetta, að gæta okkar á því að bregðast ekki Guði okkar, heldur halda áfram þar til áætlun Drottins uppfyllist. Hver er áætlunin sem Guð hefur fyrir okkur? Hún er svo að við verðum kirkja Drottins, að við verðum musteri hans. Það segir að kirkjan sé musteri Drottins, að hjarta okkar sé musteri Drottins og að við verðum að ná markinu allt til enda með staðfestu, svo að lokum rætist það loforð þar sem segir. Sá sem staðfastur er allt til enda mun verða hólpinn og kemst inn í eilífina og verður hluti af kirkjunni, þessu musteri sem Drottinn hefur. Þess vegna, þegar við lesum Opinberunarbókina, þegar við lesum þar, er talað musteri, borg, hjónaband og brúðkaupsveislu, Drottinn með kirkju sinni, með trúum sínum. Það segir að brúðkaup verði haldið og að við eigum að lifa í heimi sem Guð hefur undirbúið, fullum af hamingju og öllu góðu. Við erum hér enn í holdi, já, en við berjumst öll svo að þetta hold leiði okkur ekki til syndar og geri okkur ekki að missa þær blessanir og fyrirheit sem Guð hefur fyrir framtíðina, þar sem við öll verðum andar. Það segir að við verðum eins og englar. Þá verður ekki lengur efnið sjálft, heldur eins og englar, sem glefjast og verða að fullkominni kirkju, kirkju án bletts og frukku, brúði lambsins. Þá rætist það sem Guð lofaði svo mjög Abraham og Davíð. Þetta er musterið, allt þetta. Guð gerði það þó fyrst sýnilegt og efnislegt, svo fólk gæti séð hvernig hið stórfenglega musteri Salómons var og þannig skilið hvernig hið andlega musteri verður. Hversu stórbrotin andleg líf okkar eiga að vera? Að ósýnilegi klæðnaður okkar verði úr gimsteinum, hvítur sem snjór og að Guð skreyti okkur andlega með dýrmætum steinum. Þess vegna gefur Guð mörgum slíkar upplifanir. Þeir sjá sýnir eða eiga drauma þar sem Guð sýnir þeim að þeir séu klæddir klæðum úr gimsteinum, að konan sé eins og drottning eða maðurinn eins og konungur, klæddur hinu besta. Af hverju sýnir Guð fólki þetta? Vegna þess að þetta er fyrirheitið sem stendur í Biblíunni, það sem stendur í Opinberunarbókinni, þar sem Guð segir að hann muni klæða fylgjendur sína, börn sín sem verða kirkja hans, í klæði úr gimsteinum. Þannig lesum við í Opinberunarbókinni þessa fullkomnu borg, þessa fullkomnu kirkju og þessi klæði. Hér í heiminum hefur enginn raunverulega notið hinna dýrmætustu steina og málma til fulls. Biblían segir að allt þetta muni við njóta í eilífinni. Hér á jörðinni sjáum við aðeins lítið brot og þekkjum aðeins lítið af því og örfáir njóta þess. En þar, í eilífinni, munum við sannarlega njóta alls þessa. Ef dýrmætir steinar og málmar væri ekki til hér á jörðu, myndum við ekki skilja Biblíuna þegar Guð segir, allir verða klæddir í guldsaumaðan búning og klæði úr gimsteinum, eins og stendur í sálmunum, þar sem Drottinn klæðir trúaða sína. Ef steinarnir væru ekki til myndi maður ekki skilja hvað átt er við með gimsteinum. Guð skapaði þá í þessum heimi svo við gætum þekkt þá og skilið það sem hann hefur undirbúið fyrir okkur í hinu lífi. Þetta er það. Allt gerði hann efnislegt, hið stórbrotna musteri Salómons, sem ekkert annað hefur jafnast á við. Það var til þess að við skildum hvernig musteri Drottins verður, sem er hjarta okkar og andlegt líf okkar. Þetta musteri Drottins. Og það segir að hann muni búa. Þess vegna er þetta svo fallegt.
Engu að síður, bræður og systur, verðum við að lesa Biblíuna. Haldið áfram að lesa hana aftur og aftur. Og eftir því sem þið lesi munu margar efasemdir skýrast og margt sem þið skilji ekki núna mun verða ykkur. Þess vegna er þetta svo fallegt. Engu að síður, bræður og systur, verðum við að lesa Biblíuna. Haldið áfram að lesa hana aftur og aftur. Og eftir því sem þið lesi munu margar efasemdir skýrast og margt sem þið skilji ekki núna mun verða ykkur ljóst. Guð mun láta ykkur skilja og skilja þetta allt. Haldið áfram að lesa aftur og aftur og Guð mun kenna ykkur margt. Þar að auki munu þið upplifa margar reynslur með Drottni. Því þið eru mjög leitandi og ykkur finnst gaman að rannsaka og kafa dýpra. Ykkur finnst gaman að kanna, skoða og bera saman. Þið gerið þetta. Haldið áfram í þessu starfi, því Guð mun kenna ykkur margt og gefa ykkur margar fallegar ópenbaranir.